Heyrðu, þá erum við komið hérna í, í nokkra myndir sem að voru á þessu námskeiði. Ég fór til Noregs og var í 2 vikur og hérna fór þarna á námskeiði í skógareldum og hérna þar eru þeir mikið að skoða þetta og æfa og leggja mikla áherslu á skipulagningu og svona aðgerðastjórn. Og þarna eru þeir með til dæmis á æfingarsvæðinu, það er svona kerra með búnaði og svo eru þeir með 2 ker sem að þeir eru bara með tómat upp á sem þeir fara bara í staðinn því að eins og við erum svo smáðs búin að tala í sambandi við hérna, að menn er ekkert alltaf kannski að setja eitthvað rosalega mikið af vatni og þannig að menn eru ofta að vinna bara með tiltölulega svona þægilegar einingar í vatninu og þarna erum við með þetta sama, við erum með bara, garðkönnurnar og við erum með hellingaslöngum og við erum með ýmiss konar bala og brúsa og dót og þið sjá þetta í efstu hillinu eru svona bakhandpumpur, sem sagt vasspumpur sem þú tekur á bakið og svo er svona bara gaur sem þú pumpar til að pumpa sem sagt þegar þú ert að sprauta og tiltölulega fólk heldur þetta sé frekar auðalegt sko en þetta er alveg virka raun og veru miklu meira heldur en nokkuð tíma ég þorði að vona að svona lítið vatn hvað það skilar sko. Hérna er þessi brennari sem að verður pantaður bráðum og verður sem sagt til notkunnar. Svo erum við með rekstúta. Þannig að þetta er bara með svona stærri gerður rekstúta. Þessar trjáfellingamenn, þeir eru kallaðir strax til og það farið með okkur yfir sem sagt aðferðir við að fella tré og öryggisatriði og allan öryggisbúna sem að góðu trjáfellingamaður er með til þess að allt gangi nú upp eins og á að vera. Og hérna sjáum við þessa brunagötu sem er búið að grafa. Hérna er búið að róta upp hérna á milli, bara verið að krafsa hérna á milli með hrífum og hökum og skóflum og tína allar greinar í burtu til þess að þetta verði auðvelt að bleita þetta og verði bara svona blautgata og svo bleitt hinum með við líka. Fæðurlagnirnar voru lagðar niður eftir veginu. Þá voru bara komið svona bara garðslöngutengi og tommu mjúkar slöngur og þær eru lagðar út þess á milli, þannig að við erum búin að greina þetta niður bara, svona eins og sprinklerkerfi, bara niður í grannar slöngur og lítið vatnsmagn og að því að menn eru bara, svo nota menn svona, þú veist eins og það eru á fótboltavöllunum, svona gaurara sem að svona bara garðúðara. En svo þið talaði við ykkur í sambandi við seglin áðan, sem að segl og plast. Þarna voru þeir, ég hafði nú ekki mikla trú á þessu því ég sá fara á stað, þeir voru að fara bara í svona drullu mýrar pollleikut svona skurð og þá raun og veru setja þeir bara svona litla dælur, bara tróða bara segl í lækinn og svo ég bara guttlaði þetta og svo bara þessi litla hérna dæla sem er kannski bara dæla mestalegi 50 lítrum eða á mínútu eða. Svo voru svona bara allavega barnasundlegur og dót sem er auðvelt að strita út allt og fylla og svo menn með garðkönnur og hinnar könnurnar, hérna litlu sprautukönnurnar gangandi og ná að hefta útbreiðslu töluvert mikið. Skilaboð á milli en best er náttúrulega bara að koma slökkviliðsmanni upp í til þess að líka meta aðstæður ofanfrá og svo er það stjórnandi niðri sem að ákveður í samráði við hann hvar þeir vilji fá vatnssleppingarnar. Og það er ekki bara, við erum ekki bara að nota þetta slökkvistarfa, heldur við erum líka fá til að flytja fyrir okkur mannskap og flytja fyrir okkur búnað og jafnvel að flytja sko sundlaugar og dót til þess að koma svo vatni í á aðra staði. Þannig að og þetta er tekið á þessu námskeið þar sem að þyrla kemur síðan með svona bara 500 lítra gaur og þetta virkaði alveg ótrúlega vel. Þeir voru og þá komum við að þessum skemmtilegu slökkvitækjum sem eru alveg frábærar. Menn eru bara að labba og eru að slökkva í glæðum inn á svæðinu og þarna, hefði alltaf verið gott líka að vera alltaf með grímu því menn eru að ganga og raun og vera að róta upp svolítið sóti.
Þannig að ef við erum að vaða inn á þetta án þess að vera með neinn öndunarbúnað, vera með neina grímur eða erum með vitlausum göllum eins og náttúrulega flestir eru, þá erum við bara í helvíti slæmum málum og lendum í bara að fá reykeitrun, alveg eins og menn fara í kringum aðra elda. Þannig að endilega verið duglegir að minna á að nota búnaðinn, sko. Klöppurnar, ýmiss konar hakar og dót, þetta er svona það sem hefur verið að nota. Það er allir staðið í þessum sporum, sótuðir fyrir haus eða margir.